Hjartanlega velkomin hérna á þennan fund á sviðinu á Selfossi, bæði þið sem að smekkfyllið hérna þennan glæsilega sal og þau sem að eru heima að fylgjast með streyminu. Fræðin segja að það eigi að vera ómögulegt að halda fjölmenna pólitíska fundi á sumrin á Íslandi, hvað þá þegar að þannig viðrar að hálf þjóðin er á héraði að klára klósettpappírbirgðir og brauðsleifa og mjólkurpotta í kaupfélaginu þar. En hér er nú samt komin. Stefán Pálsson heiti ég, er sagnfræðingur og hef verið í þessum hópi sem að var myndaður, hófst í rauninni með bara mjög óformlegum hætti, svona það að skipuleggja bara jákvæða og málefnalega umræðu þetta stóra málefni sem að er búið að setja okkur í þá stöðu að ræða núna í íslenska sumrinu, sem er þjóðaratkvæðagreiðslan sem að verður núna 20. og 9. ágúst. Það er ekkert góð staða að vera í kosningum sem þessum á þeim tíma þegar að fjölmiðlarnir eru rúllandi bara með hálfum dampi, pólitískir þættir, fréttaskýringaþættir, fáir og frekar heldur en að þetta brynni allt saman yfir í þref og harka á samfélagsmiðlum, þá töldum við mikilvægt að búa til, eins og ég segi, jákvæðan vettvang eins og við lítum á að áfram Ísland sé, þar sem að við höldum fundi víðsvegar landið, stefnum fólki með mismunandi bakgrunn sem kemur með mismunandi sérfræði þekkingu að borðinu til þess að svona reifa sín sjónarmið í stuttu máli þetta risastóra málefni okkar allra. Ég segi sjálfur að mín afstaða í þessu máli hefur í rauninni bara alltaf byggst á þeirri sannfæringu að það sé hvorki gott fyrir bara þjóðir né einstaklinga að bíða alltaf eftir því að breytingarnar í lífinu komi utanfrá og séu einhvern veginn réttarmanni á fati. Ég held að sé miklu heilbrigðara og æskilegra í alla staði að menn séu sjálfir gerendur í sínu lífi, taki sjálfir ákvarðanirnar sem að móta framtíðina og við bara sem þjóð og samfélag tökumst á álitamálin, hvernig við viljum haga hlutunum frekar heldur en að það sé bara tölvan sem segir nei. Að því að eitthvað hafi verið ákveðið í einhverjum bakherbergjum og flóknum samningaviðræðum erlendis á fundum. En það er svo sem bara minn 5 auri í þessa umræðu. Við erum með fjögur erindi, stutt og hnitmiðuð erindi og ég ákvað að taka mér það fundastjóra vald að hefja leik með bóksalanum og bókaútgefandanum og heimamanninum Bjarna Harðarsyni. Takk Stefán og takk fyrir að vera hér til staðar og taka þátt í þessu. Það er svo margt sem er erfitt við þetta og þungbært og mér er þetta þungbært að finna hvernig minn vinahópur er klofinn, hvernig ég finna eitrað andrúmsloft hér og þar út af þessu, því að það eru mjög sterkar skoðanir og umræðan er mjög grimm og það sem að vekur athygli mína er að hún tekur eiginlega aldrei á því sem að raunverulega þetta snýst menn fara að tala vexti, menn fara að tala einhver lífskjör inn í framtíðinni sem þeir vita ekkert Við vitum ekkert framtíðina yfirleitt í nákvæmlega hvernig kaupin munu gerast á eyrinni. Það ræðst kannski miklu meira við Persaflóa það heldur en nákvæmlega í þessu máli. Í þessu máli sannfærum við engan með umræðinu lífskjör og við sannfærum engan með umræðinu það að
þar með muni hagkerfi verða svo miklu skilvirkara. Þetta snýst afstöðu og það snýst hugsjónir og það þær sem við eigum að ræða Þetta snýst annars vegar þær hugsjónir að vilja halda á bara í þessa gömlu þjóðernisrómantík að þjóðir séu fullvalda. Auðvitað hefur margt breyst í fullveldishugtakinu frá því að það kom fram á 17. öld en grunnurinn sá sami og við erum að vera ófeimin að tala þetta á þeim jákvæðu nótum að við trúum að Ísland geti stýrt sér sjálf. Það þótti ekki sjálfgefið og sjálfsagt árið 1918 og það það heldur ekki endilega núna en það samt eitthvað sem við erum til í að berjast fyrir. Mér finnst menn að hafa verið feimni við þetta, þess vegna var ég svo ánægður með heitið á þessum samtökum vegna þess að mér finnst það akkurat vísa í þessa réttu átt. Ég líka félagi í Heimssýn og hefur verið þar mjög lengi og virkur á tímabilum, mismikið eftir hvað ég hef haft mikinn tíma og tel þetta allt saman mikilvægt í þessari baráttu. Við þurfum umfram allt núna á lokasprettinum að vera málefnaleg og við þurfum að gæta okkar á skítkastinu, við þurfum að gæta okkar á því að ganga ekki yfir fólk þó það hafi aðra skoðun og virða hina skoðun. Og við skulum ekki vera að gera grína því að hún sé bara einhver vitleysa. Þannig það aldrei. Það auðvitað þannig. Skoðum aðeins söguna. Á sínum tíma þá var íslenska ríkisstjórnin ekki tilbúin til að gefa Bretanum leyfi til að hernema landið í byrjun heimsstyrjaldarinnar. Eftir á voru flesti fegnir að Bretarnir komu samt. Heimurinn ekki svarthvítur og þetta ekki alltaf einfalt að segja hvað var nákvæmlega rétt. En þarna hafði íslenska þjóðin örugglega svolítið rangt fyrir sér vegna þess að það var betra að tilheyra því liði sem Bretarnir tilheyrðu og Bandaríkjamenn á þeim tíma heldur en hinu liðinu í seinni heimsstyrjöldinni. Og fyrir mörgum af þeim sem eru hvað ákafastir í því að við eigum að ganga í Evrópusambandið, þá þeir enn í þessum sömu skotgröfum og þeir sjá þetta sem svo að við eigum að tilheyra. Að mínu viti þá sjá þeir ekki alla myndina. Þá loka þeir augunum fyrir kannski stærsta og alvarlegasta þættinum í þessari mynd. Það ekki nákvæmlega hvort það yrði efnahagslega betra fyrir okkur Íslendinga að axla þá ábyrgð að vera sérst með í Evrópuklúbbinum, heldur það í rauninni að við vitum ekki hver Evrópuklúbbur morgundagsins Þegar menn segja að þeir vilji komast í skjól og tilheyra einhverju stóru og öruggu með því að fara inn í Evrópu, þá það svolítið glámskyggnir. Sama glámskygni hefur auðvitað ríkt gagnvart því að halla sér að Bandaríkjunum og allir sjá nú hvernig Bandaríkin eru í dag og það ekki gott að halla sér að þeim og verða kannski þáttakendur í því að leggja undir okkur Grænland, þáttakendur í því að Bandaríkin leggja undir sig Grænland. Það ekkert endilega gott að halla sér að stóru klíkunni á skólalóðinni og heimurinn ekki aldrei neitt annað eða merkilegra heldur en einhver skólalóð. Látum ekki telja okkur trú það, þetta þannig. Og þegar menn segja að þeir sjáu þá öryggið einmitt núna vegna þína válegu tíma með Bandaríkjamenn gengna gjörsamlega af göflunum að þá sé svo gott að fara inn í faðm Evrópusambandsins, þá horfa þeir fram hjá því að akkurat í Evrópu núna styrkur jaðarsettra hægriflokka sem við vitum ekkert alveg hvert stíga. Kannski ekki, það of í lagt að segja þeir séu allir fasískir, en þeir daðra mjög margir við fasisman og styrkur þessara flokka heilt yfir Evrópu jafn mikill og hann var í Þýskalandi á Þýskalandi Weimarlýðveldisins. Og hvernig það Evrópusamband þegar þessi öfl verða búin að ná Frakklandi og Þýskalandi
verður þetta þá þetta góða og mikla skjól sem menn hafa látið sér dreyma og svo kemur líka hitt sem að sem má ekki gleyma, skjól fyrir hverju. Af hverju höldum við að við eigum alltaf að leita í skjól þeirra stóru á skólalóðinni? Við munum það alveg að því við höfum öll verið í skóla að þeim farnaðast alltaf best sem að voru ekkert að beygja sig fyrir klíkum. Og við eigum alveg í þessari heimsmynd sem við lifum í, þar höfum við alveg þessa gæja líka. Svisslendingar hafa aldrei beygt sig fyrir neinum. Þeir bara eru þarna, inn í miðri súpunni og bara beygja sig aldrei. Bara eru þar sem þeir eru og fara sínu fram. Það er enginn að láta sér detta í hug að það sé vegna þess að í Svissi einhver einasta maður skráður í heri. Það skiptir engu máli. Hvort þú skráir einhver einasta mann í herin í svona pínulitlu ríki eða hvort einasta maður eigi byssu. Það er ekki það sem máli skiptir. Það sem máli skiptir er það að þeir bara halda sjálfstæði. Ef að stórveldin í seinni heimsstyrjöldinni hefðu virkilega ætlað yfir þá, öxulveldin, þá hefðu þeir getað það. En þeir gerðu það ekki. Og það er á þessum nótum sem við þurfum að sjá veröldina. Og við þurfum líka að velta fyrir okkur allri þessari blekkjandi umræðum það hvað umsóknin núna er. Og því hefur verið haldið fram að þetta sé í rauninni ekkit meira heldur en að ráða sig í vinnu. Og maður geti alltaf athugað hvaða kjör bjóðast. En það er greinlegt að þeir sem setja þessa umræðu fram, þeir hafa aldrei rekið svo mikið sem eina bókabúð. Og eins og jafnvel við smákapitalistarnir, við segjum engum hvaða kaup og kjör hann fær endanlega nema hann ætla að fara að vinna hjá. Við segjum engum sem er að svona tala við, sem er líka að tala við Kjartan Björnsson og hvort það var ekki bara betra að vera klippari hjá Kjartani heldur bóksali hjá mér, þá segjum við þetta ekki neitt. Og það er bara ein samlíking sem ég finnst, að því menn vilja einfalda þetta, hvað er að gerast og menn segja að þetta er bara eins og að kaupa bíl eða ráða sig í vinnu eða kaupa hús. Það er reynda þannig að þú getur aldrei fengið, og það þekkja nú hvert mannsbarn, þú getur aldrei fengið að vita hvað húsið raunverulega kostar nema þú skuldbindið þig til að kaupa það á því verði. Og þannig eru þetta samningar við Evrópusambandið. Við getum aldrei kíkt í pakkan, við getum aldrei fengið að vita hvernig pakkin er nema með því að skrifa undir. Og það er gildran sem ríkisstjórnin er að leiða þjóðina í, að með því að hún segi já, þá hefur ríkisstjórnin leyfi til þess að ganga í Evrópusambandið. Það verður engin seinni kosning. Það er útilokað að halda seinni kosningu. Segjum sér svo að Evrópusambandið bara gefi heilmikið eftir, láta okkur fá heilmikið, það er þeim ekkit svo óskaplega dýrt vegna sem þeir geta alltaf breytt í. Þeir muni Lissabonsáttmálinn, hann var alltaf öðruvísi en Maastricht-sáttmáli sem menn skrifuð undir. Það er alltaf hægt í Evrópusambandinu að breyta samningunum eftir á. Og þannig hefur samningurinn líka breyst eftir á. En þeir gætu aldrei búið til þannig samning við einhvern sem væri bara að skoða. Það er blekkingin algjör. Það sem er raunverulega að gerast er eins og er ævintýri sem allir hérna inni kannast við, að við sem kannast við þekkjum við bara svona 20. aldar bókum þessa svona mildari versjón af sögun af Rauðhettu, en þetta er sagan af Rauðhettu sem hittir úlfinn og úlfurinn vill fá hana til að fara út fyrir stíginn og fara og Rauðhetta vill sjá. Og hún vill alltaf sjá meira og meira og úlfurinn vill alltaf leiða hana lengra og lengra og endanum þá étur úlfurinn Rauðhettu. Með svona mismunandi versjónu þarna milli, hvort að amman étin í millitíðinni sem er nú svolítið merkileg, það étur engin ömmu á undan, aðalstekinni. En síðan kemur þessi kostulega svona mildun á sögunni í 20. aldar samfélaginu, þar sem er nú ómögulegt að láta barnið deyja. Svona upphaflega útgáfan af Rauðhettusögunni var bara þannig að stúlkan fór út á götunni og þá var hún étin. Og þetta var mjög gagnleg saga
til þess að litla stúlku sem voru sendar til ömmu sínar eða eitthvað annað væri ekki að fara út á götunni, því þar voru raunverulega úlfar og þetta var raunverulega hætta, en í svona mildari versjónum sem hefðu nú aldrei sko dugað að rétta að saxneskum börnum, þau hefðu vitað alveg upp í sveitinni að slíkt verið tóm þvæla, þá kom veiðimaðurinn og náði rauðhuttubarninu alveg heilu úr maga úlfsins. Og allir þeir sem trúa því að það sé hægt að éta barn og ná svo í það heilt og lifandi út úr maga úlfsins, þeir ættu að segja já í lok ágúst. En við hin sem vitum að þetta er tóm vitleysa, við segjum nei. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bjarni. Ég held ég hafi fyrst sé Bjarna þegar ég var 10 ára gamall og það var þá að sjálfsögðu þegar við vorum sem endranær saman í pólitískri hreyfingu. Það var friðarhreyfingin og það voru friðarbúðir sem að voru hér suðu með sjó og Bjarni mætti einn daginn með stóra sekki fulla af lunda og svo var slegið upp lunda grillveislu í búðunum sem gerði alla mjög glaða nema hérna erlendu gesti samkomunnar. Lundin var skilgreindur sem fríðarfugl á norður Atlantshafssvæðinu og hérna gestirnir horfðu á okkur með sko hryllingi hvaða brjálaða fólk þeir eru eiginlega hérna komin í lið með. Grillaður lundi er alveg frábær. Við snúum okkur þá að innleggi númer 2 sem að er Oddný Steina Valsdóttir bóndi sem að og ráðunautur sem að mun væntanlega nálgast málið út frá svona sjónarhorni landbúnaðarins án þess að ég viti það nákvæmlega. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Jú, ég ætla að tala mögulega áhrif landbúnaðar, áhrif af inngöngu ESB á íslenska landbúnað. En það er þannig að ég hef verið svo heppin að ég hef starfað í milliþinganefnd á Bændasamtakanna núna nokkra mánaða skeið og hún hefur það hlutverk að greina hugsanleg áhrif aðildar Íslands á íslenska landbúnað og þar höfum við notið aðstoðar ýmissa sérfræðinga sem hefur svona hjálpað mjög mikið til við að skilja og greina hvernig kerfið virkar. En við einsettum okkur að fara mjög svona hlutlegt í þessa vinnu og tala út frá staðreyndum. Og það er enda verið að leggja lokaðumda skýrslu sem kemur vonandi út á næstu vikum og ég bara hvet ykkur til að fylgjast með því og kynna ykkur innihald hennar þegar það kemur. En ég ætla svona aðeins að tæpa á nokkrum atriðum varðandi þetta málefni. Ég verð á heldur þrengra sviði heldur en hann Bjarni í þessum umfjöllun. En viðfangsefnið er mjög viðamikið þrátt fyrir það og gríðarlega flókið á margan hátt. En til þess að svona ná einhvern veginn utan þetta þá langar mig að varpa fram þessu spurningum hérna, getum við áætlað áhrif af inngöngu Íslands í Evrópusambandið á íslenska landbúnað og að hinu leytinu getum við áætlað áhrifin að því að hefja á ný aðildarviðræður á íslenska landbúnað. Nú en áður við hellum okkur í að fjalla kerfin því auðvitað þurfum við aðeins að spá í kerfin og reyna að skilja þau bara til þess að fá skilninga á þessu efni. Þá langar mig aðeins að koma inn á fjármögnun sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar evrópsku og sjóðasambandsins. En aðildarlönd sambandsins greiða framlög til Evrópusambandsins. Við þekkjum þetta og þetta hefur verið í umræðinni. Þeim fjármunum er úthlutað af fjárlögum sambandsins og stór hluti þessara fjármuna er einmitt varið til landbúnaðar eða þessara landbúnaðarstefnu stuðningskerfis Evrópusambandsins. Eða það er svona cirka þriðjungur af fjárlögum sambandsins við farið til landbúnaðar. Framlög Evrópusambandsins er svona rúmt prósent af vergum þjóðtekjum sambandsins og það hefur enda verið rætt það að hækka þessa skattheimtu aðildarlandanna í aðdraganda að nýrri fjármálaáætlun sem að mun taka gildi árið 2028. Og það hefur enda líka verið rætt það að lækka stuðning til landbúnaðar innan sambandsins. En framlag hvers aðildarríkis er síðan ákvarðað út frá vergum þjóðartekjum á mann.
Það er að segja ríkari löndin borga meira. En það sem er að Ísland er ríkt land, þá eru líkur á því að við erum netto greiðendur til sambandsins og ef við farið þangað inn, það er að segja að fjármunir sem eru greiddir inn í sambandi kæmu ekki allir tilbaka í framlögum, eins og til dæmis til landbúnaðar. Og þetta liggur fyrir. Finnar og Svíar hafa svo fengið sérstaka heimild til að styðja sinn landbúnað aukalega. Og það er þá bara á þeim svæðum sem liggja norðan við 60.000 ára breytingagráðu. Þeir fá sér leyfi til að styðja aukalega sinn landbúnað en það verður að vera alveg innan ramma þess sem að Evrópusambandið setur og þrátt fyrir þetta hefur landbúnaður í Finnlandi gefið eftir að fóru inn í sambandið og svona rétt til að árétta það að þá féll afurðaverð til bænda 40% við inngöngu en matvælaverð til finnskra neytenda lækkaði svona cirka 11%. Og í samhengi við fjármálin þá verði ég líka að nefna svokallaða seiglu- og samheldnissjóði. En stór partur af fjárlögum Evrópusambandsins fara líka í þessi samfélagslegu verkefni. Og stærstu styrkir ESB til innviða, svo sem vegagerðar og samgönguverkefna, eru fjármagnaðar á þessum hluta, á svokölluðum samheldnissjóði. Og sá sjóður styður verkefni þar sem þjóðartekjur á mann eru undir 90% af meðaltali ESB. Það er að segja þau svæði sem hafa aðgengi að þessum sjóði þurfa að vera undir meðaltali þjóðartekna innan Evrópusambandsins. Og Ísland liggur vel yfir því marki. Það er því ekki hægt að gera ráð fyrir því að aðild Íslands að sambandinu myndi sjálfkrafa opna aðgengi að styrkjum og samheldnissjóðum til stóra innviðaverkefna á sviði landbúnaðar eða samgangna. En aftur á spurningunum sem voru setta fram hérna áðan, það er að segja áhrifin á landbúnaðinn. Og til þess að svona reyna ná utan um þetta þá er mikilvægt að horfa á stóru línurnar. Og ég ætla að draga fram tvær stærstu áhrifabreyturnar. Það er á landbúnaðinn sem myndu fylgja inngöngu. Það er í fyrsta lagi gjörbreytt stuðningskerfi og í öðru lagi niðurfelling markaðsverndar í landbúnaði. En við myndum sem sé undirgangast sameiginlega landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins sem þýðir að stefnumótun landbúnað á Íslandi færist til Evrópusambandsins. Við getum gert landsáætlun landbúnaðinn hjá okkur en það er alltaf að vera innan ramma Evrópusambandsins. Evrópska kerfið er í grundvallaratriðum frábrugðið því íslenska. En evrópska kerfið byggir á landgreiðslum, umhverfisstyrkjum og greiðslum vegna sérstakra aðstæðna. Meginstuðningur íslenska kerfisins er hins vegar á framleiðslu matvæla. Stuðningnum hérlendis er því að mestu leyti beint til þess að halda uppi framleiðslu vilja bænda. Evrópska landbúnaðarkerfi byggir á tveimur stoðum. Stoð 1 tekur til markaðsaðgerða og beinstuðnings til bænda og hún er á fullu fjármögnuð Evrópusambandinu, en stoð 2 tekur til byggðastuðnings og umhverfisgreiðslna. Og það er svona aðeins misjafnt hvort hún er mikið til greidda Evrópusambandinu en það er aðeins tilbrigði á því hvort að aðildarlöndin standa að því líka. En það er alltaf langt mál að fara út í einhverja frekari útskýringu á fyrirkomulaginu. En mér langar samt að nefna hluta af stuðningskerfinu sem er stuðningu við harðbýlsvæði, þar sem markmiðið er að viðhalda landbúnaðarfæðuröryggi við erfiðar aðstæður. Og þrátt fyrir þennan harðbýlisstuðning sem er vissulega til staðar, þá hefur umfang þess land sem er nýtt til landbúnaðar dregist saman á norðlægum slóðum innan sambandsins á undanförnum árum. Það er að segja að landbúnaður norðarlega er að gefa eftir. Og Ísland er reyndar mun harðbýlla og liggur norðar en flest þessara svæða sem þar ræðir. Nú, innan Evrópusambandsins þarf hver og einn bóndi að sækja árlega þann stuðning sem er í boði. Og þetta fyrirkomulag kallar á umfangsmikla stjórnsýslu og þetta er ólíkt íslenska kerfinu en hér gildir svona almennt að skilyrðin og rammin eru til staðar og svo standast menn það eða ekki. Það má því segja að kerfi hérna sé miklu meira sjálfvirkt. Ef Ísland gengi í Evrópusambandið yrði að koma á fót nýrri stjórnsýslu meðal annars sérstakri greiðslustofnun og það þyrfti að byggja upp umsókna og eftirlitskerfi
til að uppfylla kröfur sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar. Og til að reyna að áætla hve mikið við þurfum að bæta í stjórnsýslu á þessu sviði getum við horft til Kýpur. En á Kýpur landbúnaðarland og umfang landbúnaðarland svona á pari við ræktutún á Íslandi. Það er að segja hektarafjöldi landbúnaðarlands á Kýpur svona svipað á hektarafjöldi túna á Íslandi. Á Kýpur 130 stöðugildi í greiðslustofnun landbúnaðarins en hérlendis koma svona 5-10 starfsmenn að útgreiðslu styrkja til landbúnaðar í ráðuneytinu og mig grunar nú að það liggi í lægri mörkunum stöðugildin. Þannig að þetta snýr að umsýslunni og því að hafa eftirlit og útgreiðslu. Síðan það líka þannig að bændur í Evrópusambandinu hafa margir hverju útýst þessum verkefnum. Þú veist, kerfið flókið, þú þarft að fylgjast mjög vel með og þeir einfaldlega kaupa þessa vinnu við að sækja stuðning og fylgjast með kerfinu. Þannig að þar bætist auðvitað líka á einhver umslýslukostnaður og sem að bændur bera þá sjálfur kostnað af. En hinn stóri áhrifaþátturinn á íslenska landbúnað væri niðurfelling markaðsverndar. En 90% af tollskráðum landbúnaðarvörum hægt að flytja tollfrjálst inn til landsins. Þannig að ólíkt því sem margir halda, þá eru flesta landbúnaðarvörur sem eru fluttar hingað til landsins tollfrjálsar. Sá landbúnaður sem stundar á Íslandi nýtur hins vegar markaðsverndar með tollum og markaðsvernd matvælaframleiðsla á Íslandi gríðarlega mikilvæg en hún tryggir markaðságang fyrir íslenskar mjólkurvörur, kjöt, egg og grænmeti. Afnám markaðsverndar myndi líklega koma einna harðast niður á mjólkurframleiðendum en áhrif á kjöt, egg og grænmeti yrðu líka mjög mikil. Þannig að þessi breyting ein og sér, það er að segja afnám markaðsverndar, burtséð frá breyting á styrkjakerfinu, mynda öllu líkindum minnka verulega umfang matvælaframleiðslu á Íslandi. Þannig að þessi tveir áhrifaþættir, þeir leggjast svolítið að eitt að mínu mati. Stuðningurinn færist fjær því að byggja undir framleiðsluvilja af því að hann ótengdari framleiðslu og markaðsverndin hyrfi. Þar að leiðandi yrði torsóttara aðgengi íslenskra afurða að markaði og afleiðingin yrði þá óhjákvæmilega að minna aðgengi neytenda að íslensku mat. En þetta snerist það, þú veist hvernig við getur ráðið það að íslensku landbúnaði reiða af innan kerfisins. Hinn spurningi var, hefur í ágúst einhver áhrif á íslenska landbúnað? Ef það verður farið í aðildarviðræður, mun sú ákvörðun væntanlega hafa verulega kælandi áhrif á fjárfestingu í landbúnaði, einfaldlega af því hún býr strax til mjög mikla óvissu gagnvart framtíðarhorfur landbúnaðar hérlendis. Verði kosið með nei í ágúst yrði þessari óvissu eytt. Verði hins vegar kosið með jáinu og farið í aðildarviðræður mun sú ákvörðun ein og sér skapa mikla óvissu fyrir landbúnaði hérlendis og væntanlega hamla fjárfestingu í landbúnaði. En fjárbinding í landbúnaði mikil og fjárfestingar og hafa alltaf verið mikilvægar til að efla framleiðni og fjárfestingar algjör forsenda fyrir framþróun greinarinnar. Það því ekki hægt að kíkja í pakkan án þess að það hafi raunveruleg áhrif á ákvarðanir fólks í landbúnaði og fyrirtækja. Áhrifin yrðu að sjálfsögðu skaðlegri ef að viðræðurnar dragast á langinn og svo framvegis. Ísland hefur það auðvitað ekki í hendi sér hvað viðræður taka langan tíma. En síðan á lokun þá langar mig að ávarpa hvort að raunhæft sé að fara í þetta ferli að kalla á breytingar á stjórnsýslunni og lagabreytingar á meðan á aðildarviðræðum stendur og þetta hefur auðvitað verið deilt. Og ég ætla ekki að fara að vera einhver dómar í því, en það liggur fyrir að til að framkvæma sameiginlega stefnu Evrópusambandsins í landbúnaðarmálum þá miklar breytingar á stjórnsýslunni nauðsynlegar og óhjákvæmilegar. Við langt frá því tilbúin að taka þessa stefnu upp. Og það að undirbyggja þá innleiðingu kallar væntanlega á lagabreytingar og breytt stofnanaumhverfi, og svo fyrir var komið að. Og ég ætla svo sem ekki að fullyrða þetta, en við getum velt í fyrir okkur hvort það sé líklegt að svo viðamiklar breytingar sem eðli sínu vantanlega tímafrekar þurfi ekki undirbyggja að hefja á meðan á þessu ferli stendur.
En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Það eru mörg mikilvæg atriði sem ég hef ekki tæft á. Ég hef til dæmis ekki eins og nefnt hérna bann við innflutningi á lifandi dýrum sem þó gríðarlega mikilvægt fyrir íslenska landbúnað. En ég bara þakka fyrir. Takk, Oddný. Það eru miklar upplýsingar sem að koma fram í þessum erindum hér á þessum fundum og margt að leggja á minnið, en þá er nú gott að vita það líka að allt þetta tekið upp, öllu þessu haldið til haga og er deilt á mjög aðgengilegan hátt á vefsíðunni áframisland.is, á samfélagsmiðlum hópsins, og bara hvetjum fólk til þess að gera það. Okkar sannfæring sú að þessi barátta muni vinnast með því að deila upplýsingu og með jákvæðu uppleggi og fara alls ekki niður á það stig að persónu gera hlutina, fara í skítkastið, búa til fullkomlega ófyndnar gervigreindar skopmyndir af andstæðingunum og reikna með að þannig muni þetta nú allt saman vinnast á Facebook. Og þetta vissu þið allt saman öll og þarf að taka fram. Næsta erindi, það þriðja af þeim fjórum sem að hér eru í dag, það Margrét Hrund Arnarsdóttir, bóndi. Gjörðu svo vel, Margrét. Kæru gestir, ég alin upp á kúabúi á Suðurlandi þar sem hefur verið stöðug uppbygging frá þegar ég man eftir mér sem hvergi nærri lokið. Ég alin upp með mikinn dugnað og sterka framtíðarsýn. Þegar ég var yngri sagði ég oft, ég ætla aldrei að lifa lífi eins og mamma og pabbi. Af hverju? Ég satt best að segja veit það ekki. Æsku árin voru þó ekki verra en það að í dag ég að lifa ekki ósvipuðu lífi. Ég kúabóndi, á 3 ung börn og sjálf útivinnandi, ekki ósvipað eins og mamma og pabbi voru. En af hverju ég að segja ykkur frá þessu? Jú, því að ég ólst upp fyrir kúabúskap og í dag hann mitt lífs viðurværi. Gangi Íslandi í ESB geti líf okkar bænda breyst umtalsvert. Ég og maðurinn minn fluttum í Dalbæ í Hrunamannahreppi árið 2020 eftir að hafa lokið við háskólanám í Reykjavík. Leið hófst vegferðin að því að taka við kúabúi sem þar Árið 2022 tókum við formulega við þá 26 ára gömul. Á þessum 4 árum höfum við aukið töluvert í bústofninn á bænum, aukið kvóta og farið í stórar fjárfestingar. Við völdum ekki að vera kúabændur af því að það svo auðvelt. Völdum að setjast það í sveit því að þar viljum við ala upp börnin okkar. Þvílíkt frelsi fyrir börnin að fá að alast upp í náttúrunni, umkring dýrum og læra frá unga aldri ábyrgð og sjálfstæði. Ég stend hér í dag því ég tel að rödd bænda þurfa að heyrast. Ég tel að byggð út á landi sé ómissandi og spila bændastjættin þar stóran þátt. Þegar bú leggst af hefur það áhrif á miklu meira en eina fjölskyldu. Það hefur áhrif á leikskólan, skólan, verslanir, íþróttafélagið, verkstæðin og allt samfélagið. Við þurfum stefnu sem tekur mið af íslenskum veruleika, íslenskum veðurfari og íslenskum hamförum. Beinir framleiðslustyrkir stuðla best að heilbrigðum íslensku landbúnaði þar sem að bóndinn ákveður sjálfur hvernig hann hagar sínu búskap og hvað hann ræktar í stað þess að fá einhverja beina greiðslur vegna legu landsins sem engin veit hvar koma til meðalenda. Ætlum við að láta Brussel ákveða hvað við ræktum og gerum í stað þess að leyfa markaðsöflunum að njóta sín. Ég spyr mig líka af hverju svona lítil umræða bændamótmælin sem hafa verið í Evrópu undanfarin ár. Bændur stöðva umferð á traktorum þar sem þeir meðal annars mótmæla viðskiptasamningum við Suður-Ameríkuríki þar sem samningurinn felur í sér lækkun eða afnám tolla á mörgum vörum. Þar á meðal ákveðnum landbúnaðarvörum. Suður-Ameríka starfar oft undir öðrum reglum umhverfismál, dýravelferð og notkun lyfja en á sama tíma eru settar hærri kröfur á evrópska bændur. Ég vil að börnin mín alist upp í landi þar sem þau hafa tækifæri, öryggi og frelsi í landi sem við getum áfram tekið stórar ákvarðanir sjálf. Þess vegna vil ég að við höfum áfram svigrúm til að móta okkar eigin stefnu landbúnað og matvælaframleiðslu. Bættar samgöngur og aukin tæknivæðing hefur vakið umræðum hvort borgi sig að framleiða alla matvöru hér á landi sem hægt að nálgast erlendis oft á hagstæðara verði sem útskýrist að stærra hagkvæmni í ýmsu rekstri sem ekki næst hér á landi. Taka verður þó tillit til þess að innflutningur getur skerst vegna ýmissa aðstæðna og hefur heimsfaraldurinn COVID-19
sýnt íslensku þjóðinni skýrt dæmi það. Landbúnaðurinn hefur fengið að finna fyrir auknum innflutningi og þá sérstaklega mjólkurframleiðsla, nautgriparækt, sauðfjárrækt og garðyrkja, en þær stéttir eru meðal annars þær sem fá stuðningsgreiðslu frá ríkinu. Margir efast tilgang landbúnaðarstarfsemi hér á landi og stuðningsgreiðslu frá ríkinu sem hugsaðar eru sem niðurgreiðslu til neytenda, en margir telja peningunum sem betur var í önnur verkefni. Bændur gegna þó mikilli samfélagslegri ábyrgð sem hefur orðið skýrari á undanförnum árum þegar COVID-19 geisaði heimsbyggðina og stríðsátök brutust út og lama hagkerfi víða heiminn. Þegar herðir að er það í mannlegu eðli að hugsa fyrst þá sem standa fólki næst, það er ættingjar og vinir. Þjóðir eru ekkert öðruvísi. Þegar herðir að munu þjóðir fyrst vilja tryggja fæðuöryggi eigin þjóðfélagsþegna og allir útflutningur mun mæta afgangi. COVID-19 hefur kennt íslensku þjóðinni það að þrátt fyrir mikla framfarir á flestum sviðum er landið einungis einum veirufaraldri frá því að flutningsleiðir og aðgengi alþjóðamörkuðum skerðist. Þetta sá sömuleiðis í efnahagshruninu 2008 þegar gjaldeyrisskortur sýndi þjóðinni hversu slæmt er að vera ofháð innfluttri vöru. Það er því mikilvægt að hér á landi verði stuðlað að sjálfbærri matvælaframleiðslu sem tryggir fæðuöryggi Íslendinga þegar ófyrirséðar ógnir steðja að. Landið er fullt af tækifærum þar sem hreinleiki afurða er til fyrirmyndar miðað við nágrannalönd þess, notkun sýklalyfja í lágmarki, auk þess sem auðvelt er að rekja uppruna vörunnar og þannig tryggja gæði hennar. Stjórnvöld spila þar stórt hlutverk þegar millilandasamningar og tollar eru ákveðnir. Neytandinn getur síðan haft sitt að segja með því að velja íslenskt í kjörbúðinni og að lokum er það bóndinn sem þarf að tryggja hágæða vöru úr framleiðslu sinni. Þetta þarf því að vera samstillt átak hjá stjórnvöldum, neytendum og bændum til þess að tryggja fæðuöryggi til langs tíma í stað skamstíma ávinnings með lægra verði á vöru sem ekki er víst að standist sömu gæðakröfur og hér á landi. Þegar ég lauk háskóla árið 2020 skrifaði ég lokaritgerðina mína viðskiptaáætlun fyrir fjölskyldubúið sem er kúabú foreldra minna. Þar kannaði ég hvort það veri arðbært að selja mjólk í lausu máli. Eftir útskrift fór alltaf fullt við stofnuðum vörumerkið Hreppamjólk og árið 2021 hófst sala á vörum undir vörumerkinu Hreppamjólk. Af hverju er ég að segja ykkur á þessu? Jú, því að þarna sannast að nýsköpun í landbúnaði er óteljanleg. Þarna skapaði starf fyrir mig, nýútskrifaðan viðskiptafræðing á landsbyggðinni, sem langaði til þess að vinna við starf sem tengdi smöltuninni, byrjaði matvælafræðing og síðan mjólkurfræðing. Þarna sannaðist það að á landsbyggðinni býr mikið að hæfileikaríku og menntuðu fólki sem fekk starf sem hentaði þeirra menntun, allt á einu kúabúi. Þetta sýnir svart á hvítu að Íslandi er best borgið með eigin reglum, reglugerðum og ákvörðunum en ekki undir ákvörðunarvaldi í Brussel. Þéttbýlisfólk vill geta ferðast til landið. Það vill að sér til afþreying fyrir fjölskylduna sína, það vill fá ferðamenn til landsins, en til þess að dæmi gangi upp þá þarf að verja íslenska landbúnað. Vörurnar verða að vera dýrari heldur en gengur og gerist í Evrópu þar sem að launakostnaður er hærri, starfsaðstæður krefjandi og veðurfar óútreiknanlegt. Gangi Íslandi í Evrópusambandi stöndum við bændur fyrir stórum áskorunum, aukin samkeppnir að markaði með niðurfellingu tolla og þó að samkeppni sé aldrei af hinu illa þá er það staðreynd að Ísland er fámennt land og því náum við ekki sömu stærðarhagkvæmni og nágrannalönd okkar í Evrópu sem skila sér svo í hærra vöruverði. Í stað íslensku stuðningskerfisins myndi bændur og öllu líkindum falla undir sameiginlega landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Það geti þýtt að sumir fengju lægri stuðning en aðrir hærri eftir því hvernig reglurnar og samningarnir yrðu útfærir. Tekjur mjólkurframleiðenda gæti dregið saman þar sem við eigum erfiðara með að keppa við stærri og hagkvæmari framleiðendur í Evrópu. Að lokum vil ég leggja áherslu á að þetta snýst ekki aðeins stöðuna eins og hún er í dag. Þetta snýst framtíð Íslands. Við höfum byggt upp öflugan landbúnað og sterkt samfélag með mikilli vinnu og þrautseigju. Af hverju ættu við að stefna þeirri þróun í óvissu? Af hverju ættu við að gera næstu kynslóðum erfiðara fyrir að taka við búum og halda íslenskri matvælaframleiðslu á lífi? Börnin okkar og komandi kynslóðir eiga skilið að við stöndum vörð landið, atvinnugreinarnar og tækifærin sem við höfum byggt upp. Það er okkar ábyrgð að skilja við Ísland sem getur áfram staðið á eigin fótum og boðið komandi kynslóðum sömu eða betri tækifæri en við höfum notið. Þess vegna eigum við að velja þá leið sem tryggir sjálfstæði, öflugan íslenska landbúnað og sterka framtíð fyrir landið okkar. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Margrét. Margt til að hugsa þarna.
Ég verð reyndar að viðurkenna sko að róttaklingurinn í mér er svona pínu skotin í hugmyndinni að flytja inn evrópsk bændamótmæli, að fá þau. Þau eru greinilega mjög skemmtilega, þetta mæta menn og sturta fullt af tómötum eða einhvað slíkt. Íslenska útgáfan myndi væntanlega vera að ræsa mykjudreifara. Þannig að við skulum ekki slá það út af borðinu, en hérna, það er nú samt ekki nóg til þess að koma mér yfir í hina fylkinguna. Við höfum eitt erindi eftir hér í dag. Það er Guðmundur Fertrams sem er stofnandi og forstjóri Kerecis. Gjörðu svo vel. Kæru landar, það er með mikill heiður að vera hér með ykkur á Selfossi í dag. Rætur mínar er á Ísafirði og ég lærði snemma að lítið gerðist nema fólk taki sjálft til hendinni. Það lærði ég líka að smæð getur verið styrkur. Líf mitt hefur verið alþjóðlegt. Ég fæddist í Þýskalandi, hef búið í Evrópu, Bandaríkjunum og Nýja-Sjálandi og starfa daglega með fólki allan heim í starfi mínu hjá Kerecis Koloplast í Evrópu. Ég ber mikla virðingu fyrir Evrópu. Þar eru öflug samfélög, framúrskarandi háskólar og rík menning. En virðing fyrir Evrópu þýðir ekki að ég telja framtíð Íslands eigi að liggja innan Evrópusambandsins. Og ég er ekki komin hingað í dag til að tala gegn Evrópu, ég er hér komin til að tala fyrir Íslandi. Þegar við rifjum upp sjálfstæðisbaráttu Íslands, sjáum við hún snerist miklu meira en fána og stjórnarskrá. Hún snerist að Íslendingar fengu að ráða sér sjálfir, bæði stjórnmálalega og efnahagslega. Hún snerist frelsi til athafna, frelsi til verslunar og frelsi til að móta eigin framtíð. Miðja 18. öld voru reglur afnumdar að Íslendingar mættu einungis versla við Dani. Svokölluð fríhöndlun sem fylgdi eftir einokunarversluninni var afnumin. Í fyrsta skipti í rúmlega 2 aldir gátu Íslendingar byggt upp eigin inn- og útflutning og tekið þátt í alþjóðaviðskiptum á eigin forsendum. Frumkvöðlar all land gripu tækifærið. Umfangsvörstur þeirra var Ásgeir Ásgeirsson á Ísafirði. Ásgeirsverslun varð tíma stærsta fyrirtæki landsins og sýndi hverju Íslendingar gátu áorkað þegar þeir fengu frelsi til þess sjálfur, frelsi til að keppa og skapa. Jón Sigurðsson og Ásgeir Ásgeirsson á Ísafirði voru samherjar og átti miklum samskiptum. Annar leiddi baráttan fyrir pólitísku og efnahagslegu sjálfstæði þjóðarinnar. Hinn sýndi í verki hvað efnahagslegt frelsi gat skapað. Þeir skildu báðir að fullveldi án efnahagslegs sjálfstæðis væri ekki fullkomið frelsi. En það voru fleiri íslenski frumkvöðlar sem gripu tækifærið þegar inn- og útflutningur var gefinn frjáls. Frumkvöðlar allt land. Ólafur Árnason, hér í nágrunnin á Stokkseyri, rak til dæmis í kringum 1900 umfangsmesta inn- og útflutningsfyrirtæki Suðurlands og hafði mikil áhrif á efnahagslegan vöxt á Íslandi. Ég held að þessi boðskapur eigi ekki síður við í dag en á tímum þessara manna. Sjálfstæði snýst ekki aðeins hver setur lögin, það snýst líka að hafa frelsi til að skapa, eiga viðskipti við umheiminn og móta eigin framtíð. Mitt mikilvægasta starf hefur verið að byggja upp Kerecis frá grunni. Við tókum hráefni sem flestir litu á sem úrgang, roð af sjálfbært veiddum íslenskum þorski og breyttum í hátækni vöru. Úr var lækningatæki sem hjálpa læknum að meðhöndla brunasár, langvinnsár, áverka og önnur flókin sár þar sem hefðbundnar meðferðir duga oft skammt. Með þau umbreytta vannýttu hráefni í vöru með miklum virðisauka tókst það sameina nýsköpun, sjálfbærni og lífvísindi á einstakan máta. Í dag hefur þessi íslenska tækni hjálpað 100.000 sjúklingum allan heim, stytt bataferli, bætt lífsgæði og í mörgum tilfellum stuðlaði að því að bjarga útlímum og jafnvel mannslífum. Við byggðum þetta fyrirtæki í Íslandi, á Ísafirði. Hefði auðvitað getað verið í hvaða bæ sem er á Íslandi. Með íslensku hugviti, við höfum aldrei þá hugsun að markaðurinn væri Evrópa. Við höfum aldrei þá hugsun að markaðurinn væri annar en heimurinn. Markaðurinn var heimurinn allur. Fyrstu viðskiptavinirnir gátu verið í Reykjavík, Berlín eða Boston. Það skipti okkur ekki máli. Það sem skiptir okkur máli var að búa til bestu vöruna í heimi. Ég hef undanfarið spurt mig, hefði Kerecis orðið stærra eða betra fyrirtæki ef Ísland hefði verið í Evrópusambandinu? Mín einlæga niðurstaða er nei. Við urðum ekki alþjóðlegt fyrirtæki vegna þess að Ísland væri stórt.
Við urðum alþjóðlegt fyrirtæki vegna þess að Ísland er lítið. Ég sé líka hvernig heimurinn er að breytast. Það er ekki bara mín tilfinning, það eru staðreyndir. Evrópusambandið hefur sjálf bent á að samkeppnishæfni álfunnar sé að veikjast og nýsköpuna bil sé að skapast gagnvart Bandaríkjunum og Kína. Tölurnar tala sínu máli. Evrópusambandið verða aðeins 2,2% af vergri landframleiðslu í rannsóknir og þróun, Bandaríkin verja 3,6%, Japan 3,4%, Kína 2,6% og Suður Kórea rúm 5% af landframleiðslu í rannsókn og þróun. Hlutur Evrópu í alþjóðlegum einkalegu umsóknum hefur jafnframt lækkað úr 30% í aðeins 17% frá aldamótum. Evrópa býr enn yfir framúrskarandi vísindafólki á öflugum háskólum. Vandinn er ekki skortur á hugmyndum, vandinn er að hugmyndirnar verða of sjaldan að alþjóðlegum fyrirtækjum. Evrópa stendur frammi fyrir raunverulegum áskorunum. Hagvöxtur hefur verið hægari og regluverkið verður sífellt meira íþykjandi. Ég þekki þetta af eigin raun. Í lækningatæki hefur nýtt evrópskt regluverk tekið gildi sem er bæði dýrara og torveldara að koma nýjungum á markað. Afleiðingin er sú að evrópsk frumkvöðlafyrirtæki velja í dag að hefja vegferð sín í Bandaríkjunum eða Asíu frekar en á sínum heimamarkaði. Rótgróin fyrirtæki velja einnig að setja á markað nýjar vörur sínar fyrst í Bandaríkjum eða Asíu vegna hins íþyngjandi regluverks Evrópu. Ég verð vitni að þessu á hverjum degi. Þess að þau fá ekki að trúa fyrir 20 árum. Þetta snýst ekki að tala Evrópu niður, þetta snýst að horfast í augu við staðreyndir. Evrópusambandið er samtök ríkja sem hafa afsalað sér efnahagslegu sjálfstæði. Allar reglur og stefnur tæknilegar kröfur, inn- og útflutning eru settar af sambandinu. Markaðurinn fyrir Keresis og okkar fjölmörgu íslensku fyrirtæki er ekki staðbundin við Evrópu. Heimurinn er markaðurinn okkar. Við eigum ekki að líta á Evrópu sem eina gluggann út í heim. Ísland hefur gert fríverslunarsamninga við Kína, Evrópusambandið hefur enn ekki gert fríverslunarsamning við Kína. Við erum með fríverslunarsamning við Evrópu. Við vorum undan Evrópusambandinu með fríverslunarsamning við Indland, eitt af þeim hagkerfum í heiminum sem vex hraðast. Bandaríkin eru okkar mikilvægast útflutningsmarkaður og ég tel að við eigum að gera fríverslunarsamningu við Bandaríkin. Það er mun auðveldara fyrir okkar litla Ísland að ná fríverslunarsamningu við Bandaríkin heldur fyrir því flókna Evrópusamband. Jón Sigurðsson og Ásgeir Ásgeirsson á Ísafirði börðust fyrir efnahagslegu frelsi. Það hefur reynst okkur gríðarlega vel, hvers vegna í ósköpunum ættum við að afsala okkur því til Brussel. Sem sjálfstæð þjóð búum við yfir sveigjanleika til að byggja upp viðskipti þar sem tækifærin eru hverju sinni. Það er mikill styrkur sem við megum ekki afsala okkur. Ég er farin nokkuð víða með þau verkefni sem ég tengist. Ég hef hitt fjárfesta, ráðherra, vísindamenn, lækna og stjórnendur stærstu fyrirtæki heims. Aldrei nokkuð tíman hef ég fundið fyrir því að það vera ókostur á Íslendingur. Þvert á móti. Fólk man eftir Íslandi. Fólk man eftir Íslendingum. Fólk ber virðingu fyrir Íslendingum og Íslandi. Fólk vil hjálpa litlu landi sem hefur kjark til að standa á eigin fótum. Það er eitthvað sem við megum ekki vanmeta. Smæð Íslands er ekki veikleiki, hún er samkeppnisforskot. Afsölum okkur ekki þessu samkeppnisforskoti til Evrópusambandsins. Ég tel að ákvarðanir okkar Íslendinga eigi áfram að vera teknar á Íslandi. Ekki vegna þess að við óttumst heiminn, heldur vegna þess að við höfum sýnt að við getum staðið okkur. Jón Sigurðsson og Ásgeir Ásgeirsson börðust fyrir pólitísku og efnahagslegu sjálfstæði þjóðarinnar og þeir sýndu og við höfum sýnt hvað efnahagslegt frelsi getur skapað. Við höfum byggt upp öflugt samfélag, við höfum skapað fyrirtæki sem keppa við þau bestu í heiminum, við höfum sýnt að smæðin er styrkur þegar hugrekki, frumkvæði og ábyrgð fara saman. Kæru landar, ég búið í Evrópu, ég búið í Bandaríkjunum, ég búið á Nýja-Sjálandi, ég hef byggt upp alþjóðlegt fyrirtæki sem starfar allan heim, ég starfa í Evrópu og rekstrareiningu með 60 milljarða tekjur og sölu yfir 50 löndum. Og ég trúi því að Íslendingar geti ýtt úr vör fyrirtækjum sem ná sama ef ekki betri árangri en okkur hefur tekist í Keresis. Ef ég teldi að aðild að Evrópusambandinu væri nauðsynleg fyrir framtíð Íslands, þá myndi ég einfaldlega segja það. En mín reynsla hefur leitt mig að annarri niðurstöðu. Ég hef séð hverju lítil samfélag getur áorkað. Ég sé hvað fólk á Vestfjörðum og bæjarfélögum hringinn í kringum landið getur byggt upp. Ég hef séð íslenskt hugvit bjarga mannslífum allan heim.
Og það gerist ekki vegna þess að einhver annar trúði á Ísland, það gerist vegna þess að við trúðum á okkur sjálf. Og ég vona að við gerum það áfram, ekki vegna þess að við óttumst heiminn, heldur vegna þess við höfum sjálfstraust til að takast á við hann sem sjálfstæð þjóð. Smæð Íslands er ekki veikleiki, hún er okkar mesti styrkur. Takk fyrir. Takk fyrir þessa glæsilegu brýningu, Guðmundur. Það er gleðilegt fyrir sagnfræðinginn að heyra 19. aldar athafnamenn og frumkvöðla á tæknisviðinu, dregna inn í umræðuna. Nú sérstaklega eftir að Bjarni sló okkur þarna niður fyrir á þessum fundi með því að afhjúpa hinn nöturlegu örlög rauðhettu og eyðileggja þá sögu fyrir manni. En ég hugsaði svo sem líka einmitt undir þessari síðustu ræðu, sko, hvenær hefur við verið stoltust af okkur, bara Íslendingum og okkar framgöngu á alþjóðavettvangi? Er það ekki einmitt þessi skipti þar sem við höfum staðið á okkar og verið til í að synda gegn straumnum? Það koma upp í hugan máli eins og bara þegar að Ísland tekur frumkvæði varðandi sjálfstæði Eystarhaldsríkjanna og þar fram til götunum. Það er miklu frekar þau skipti heldur en þau þar sem að við vorum lægsta og mest mjóróma röddin í kórnum, ekki satt? En baráttan er framundan og hvernig vinnst hún? Ég meina, hún vinnst í heita pottin, hún vinnst við tóma brauðkælin í kaupfélaginu á Egilsstöðum, brauðkæli, og maður og mann, hún gerist með því að menn fari á áframisland.is og skrái sig til leiks, tilengi sér og miðli því efni sem að þar er, vegna þess að bara sannfæring okkar er svo að þessi barátta geti í rauninni bara unnist ef hún er keyrð á jákvæðum nótum. Það er verið að reyna að draga upp þá mynd að við séum einhvern veginn hrædd, við séum þröngsýn, við séum smeyk og íhaldsöm, en þvert á móti. Þetta er hreyfing sem er bara með kassan úti og nálgast meira að segja negið á jákvæðan hátt eins og við ætlum að gera. Takk kærlega fyrir að gefa ykkur tíma hérna á miðvikudags eftirmiðdegi. Fundi er lokið og fylgist þið bara með. Það er enn ekki ákveðið hvar við verðum næst, en ef það er eitthvað vit í stjórnendum þessara hreyfingar þá verður það fyrir austan. Bara fylgist með á samfélagsmiðlum og heimasíðunni. Takk kærlega fyrir fundinn.